Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér er umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla máltíð sáttmálans við Drottinn, máltíðina sem talaður í gamla sáttmálanum sem leiðir til umfjöllunar heilagakvöld máltíð eða brauðsbrotningu í nýja sáttmálanum. Þessi dagur skal vera yður endurminningardagur og þér skuluð halda hann sem hátíð Drottins, kynslóð eftir kynslóð skuluð þér hann hátíðlegan halda eftir ævarendi lögmáli, stendur í 2. Mósebók 12 og 14. Við höfum séð hversu gífurlega mikilvæg páskamáltíðin var fyrir Ísrael í lok fangavistarinnar. Fyrir þessa máltíð fengu þeir vernd gegn bölvuninni sem kom yfir land og þjóð og fyrir þessa máltíð gerði Drottinn lækningakraftaverk á börnum Ísraels, svo allir gátu tekið staf sinn og gengið út úr myrkri Egyptalands og hafið gönguna til landsins sem Drottinn hafði lofað þeim. Síðan leiddi hann þá út með silfri og gulli, enginn hrasaði af kynnkvíslum hans, eins og segir í Sálmi 105:37. Útskýrið fyrir börnunum. Okkur verður ljóst að Ísraels þjóð getur aldrei gleymt þessum atburði. Þeir voru trúfastir fyrirmælum sem Drottinn gaf þeim og héldu páskana hátíðlega kynslóð eftir kynslóð. Þetta er máltíð sem minnir þá á að þeir eru í eilífum sáttmála með Guði og hver með öðrum blóðsáttmála sem ekki er hægt að ógilda og sem ekki má brjóta. Máltíðarinnar mátti ekki neita óverðulega, því þá syndguðu menn gegn boði Drottins. Hann sagði, þér skuluð flytja súrdeig burt úr húsum yðar, súrdegið táknar gamla lífið, fangavistinni í Egyptalandi. Þeir áttu sem sé að dæma allt slíkt og fjarlægja áður en þeir neittu máltíðarinnar, máltíðar sáttmálans. Þeir urðu að gera greinarmun á máltíð Drottins og öðrum máltíðum. Þeir gátu ekki búið við lífstíl Egyptalands og samtímis verið fráteknir fyrir Guð. Það var óverðugt og stríðir gegn sannleikanum. Slíkt stríð leiðir af sér sjúkdóm og dauða. Sá sem etur og drekkur án þess að dæma rétt líkamann, hann etur og drekkur sjálfum sér til dóms, athugið þessar áminningar í 1. Korinthubréfi 11. kafla. Vegna fyrirmæla Drottins að hreinsa gamalt súrdeg úr húsunum voru hús Ísraelsmanna undirbúin fyrir páskamáltíðina með táknrænni hreingerningu. Húsbóndinn kveikti á kertaljósi og leitaði nákvæmlega allt húsið að gömlu súrdegi til að hreinsa burt. Nú orðið tekur öll fjölskyldan þátt í þessari táknrænu hreingerningu. Fyrir páskana dreifir einhver úr fjölskyldunum mylsnu af sýrðu brauði húsið. Áður en máltíðin hefst fer öll fjölskyldan húsið með logandi kertaljós og hreinsar upp súrdegið. Þegar einhver finnur mylsnu er henni sópað varlega upp með fjöður og látin í tauppoka ásamt kertastupunum og allt er síðan brennt. Þegar búið er að hreinsa súrdegið úr húsinu er fjölskyldan tilbúin til að neyta máltíðar sáttmálans sem er gleði hátíð með Guði og fjölskyldumeðlumunum. Húsbóndinn er þegar hér er komið sögu, skyldugur til að útskýra fyrir börnunum merkingu sáttmáls máltíðarinnar. Börnin spyrja hann og hann svara með orðunum úr 2. Mósebók 12:27. Þetta er páskafórn Drottins sem gekk fram hjá húsum Ísraelsmanna í Egyptalandi. Þá er hann laust Egypta en hlífði vorum húsum. Rétt áður en byrjaði að borða minnast þau loforðsins að í gegnum ætt Abrahams á sá að koma sem mun verða blessun fyrir allan heiminn. Sá sem kemur mun ekki bara vera konungur þeirra, heldur skal hann á einhvern hátt sem það skilur ekki enn, einnig vera Immanuel, Guð er með oss, hann mun vera Guð þeirra og það fólk hans. Sjá 1. Mósebók 12, fyrstu 3 versin. Frátekið fyrir hann sem á að koma. Þegar fólkið síðan kom til fyrirheitna landsins og fjölgaði sér, fór það að vænta þess að loforðin yrðu að veruleika. Þess vegna var það svo við páskamáltíðina að fjölskyldan lagði á borð fyrir þann sem átti að koma. Á táknrænan hátt hélt það máltíðina hátíðlega með honum. Það setti bikar við annan borðsendan. Þessi bikar var nefndur bikar blessunarinnar. Sjá 1. Korinthubréf 10 og 16. Enginn mátti drekka úr þessum bikar því að hann var frátekinn fyrir þann sem átti að koma.
Sagan segir að hann hafi átt að drekka úr þessum bikar þegar hann kæmi og gera nýjan sáttmála við lífsinn. Þetta tóma sæti við borðið var til þess að Ísraels þjóð horfði stöðugt fram til dagsins þegar hann sæti til borðs með þeim. Bikar fyrir Elía var einnig látin á borðið. Fólkið hélt að hann kæmi til að staðfesta komu hins fyrirreitna Messíasar, samanber Malaki 3. kafla og 1. vers og 4. kafla og 5. til 7. vers. Hlutverk Elía var að undirbúa fólkið svo það tækja á móti þeim sem kemur. Þegar menn settust til borðs, fór sá sem yngstur var í fjölskyldunni fram og opnaði dyrnar og bauð Elía að taka þátt í máltíðinni. Öll fjölskyldan stóð upp og sagði, blessaður sé hann sem kemur. En hann kom ekki, svo barnið gekk aftur til sæti síns við borðið. Síðan fóru allir með eftirfarandi bæn. Hversu lengi, ó drottin, hversu lengi mun reiði þín hvíla yfir líð þínum Ísrael og hvenar ætlar þú að sýna okkur náð og reisa okkur upp í miskunnsemi? Sjáðu þjáningar okkar. Við erum umkringdir heiðingjum og þeir hæða okkur og segja, hvar er Guð ykkar og hvernig með loforðin komu hans? Við erum örmagna en vonum eigi að síður. Og þessi bæn þýdd úr bókinni The Miracle of the Scarlet Thread eftir Richard Booker. Ósýrða brauðið sem átti að brjóta var ekki sett á diskan af einhverjum óþekktum ástæðum var það sett í taupoka sem var ríkulega brótiraður með gullþræði. Pókin hafði 3 hólf, 3 ósýrð brauð voru sett í hann, 1 í hvert hólf. Þetta nefndist matzah. Á meðan á máltíðinni stóð tók gestgjafinn brauðið úr miðhólfinu og lét það ganga á milli manna, hver og 1 brauð bita af því og át. Ísraelsmenn hafa þá trú að brauðin 3 tákni forfeður þeirra Abraham, Ísak og Jakob. Þeir borða miðbrauðið sem táknar Ísak sem var fórnað, en þeir skilja ekki þessa túlkun sjálfir því Ísak var ekki fórnað. Þeir skilja ekki innihaldið almennlega en brauð Ísaks, ófíkómen, var brotið og allir átu af því. Orðið ófíkómen má rekja til grísks orðs sem þýðir sá sem kemur. Mörg 100.000 jarmandi lömb. Síðan þegar búið var að byggja musterið, fór fólkið með lömb sín til Jerúsalem og lét slátra þeim við musterið í stað þess að gera það við dyr heimilanna. Páskamáltíðin var þinn mikla gleðihátíð gyðinganna í tilbeiðslu og lofsöng. Þegar þeir fórnuðu við musterið, leiddu levítarnir lofsöngva fólksins úr sálmunum, sálmandin 113 til 118 voru einkum sungnir. Allir sungu fyrstu línuna í sálmunum og svo sungu levítarnir aðra línuna og síðan svaraði fólki með halleluja eða lofaði sér drottin. Við söngin var leikið undir á mörg hljóðfæri, trompeta, hörpur, flautur, bjöllubömbur og símbala. Lofsöngurinn náði hámarki sínu þegar allir upphófu rödd sín á sungu, þetta dagurinn sem drottin hefur gjört, sjá sálm 118-24. Með tímanum var það of erfitt fyrir fólkið að taka fórnarlömb með sér til Jerúsalem, þess vegna byrjuðu levítarnir að ala upp fjárhjarðir. Á völlunum kringum Betlehem óluðu þeir upp lömbin sem síðan voru seld fólkinu við musterið. Þetta þýddi að fólki gat keypt gallalaust lamb, lítalaust og óflekkað sem þegar hafði verið viðurkennt og tekið frá, lamb sem hafði fæðst til að deyja sem páskalamb. Páskahátíðin í Jerúsalem var stærsti viðburður ársins. Allra augu beindust að musturinu sem bar hæst í borginni. Mikill fólksfjöldi safnaðist í kringum musturið og það var ekki auðvelt að tróða sér fram til að ná í fórnarlamb. Það var mikið söng og hávara lofgjörð og mörg 100.000 jarmandi lömb tóku undir söngin. Gyðingurinn og sakfræðingurinn Jósefus sem lifði á 1. árhundraðinu skýrði frá því að fjöldi fórnarlamba á einum páskum hafi farið upp í 256.500. Lömbin voru skoðuð nákvæmlega í 3 heila daga, frá 10. degi mánaðarins Nísan, sem samsvarar apríl hjá okkur. Á 14. degi mánaðarins biðu allir eftir 9. tímanum undir lofsöng, þá átti stemningin að vera í hámerki. Þúsundir levíta stóðu í mörgum röðum, hver levíti hafði skál undir blóðið sem var hellt í aðra skál, það varð að halda blóðinu á hreyfingu allan tíman svo það storknaði ekki á leiðinni til fórnaraltarisins. Stundin komin, 9. stundin sem menn hafa beðið eftir, það glampar á hnífan og lömbunum slátrað. Þeir sem fórnuðu til drottins höfðu lagt hendur sínar á lömbin og saminast þeim,
Blóðið gengur hratt frá einum leviti til annars að altarinu á meðan fólkið syngur lofsöngu á sálmunum. Smám saman minnkar hópur þeirra sem fer með aflífuð lömb sín til að undirbúa páskamáltíðina. Hennar skal neytt hátíðlega þegar páskadagurinn gengur í garð eftir 12. tímanum daginn. Ég þakka ykkur fyrir hlustunina í dag, en í næsta lestri þá færum við okkur fram til tíma Nýja testamentisins. Guð bless ykkur. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn er skrifið af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Lífets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.